Gott kvöld öllsömmul og verið hjartanlega velkomin. Ég heiti Kristján, eins og þið kannski eru farin að kannast við. En mér langaði bara stuttlega að nefna ef einhver er að koma hér í fyrsta skipti og þá er salerninn hérna frammi á gangi til vinstri og það er barnagæsla einnig frammi á gangi eins til hægri. Fengu allir hérna umslagið fyrir könnunina? Does everybody have the envelope? Ég vil líka minna á það ef að einhverjum vantar biblíu, að þá er hægt að fá biblíur og það er hægt að rétta upp hönd og biðja um biblíu. Það eru til bæði á íslensku, ensku og spænsku hérna aftast fyrir þá sem að þurfa eða vilja. If you need a Bible, then you can find it there by the door. Og eins og þið þekki þá þjónar þetta umslag margþættum tilgangi. And this envelope serves multi-purpose. Og ég minni bara á ef þið eru með spurningar þá getið sett annarkvort blað í umslagið eða skrifað spurningarna á umslagið. You can write questions and put it in the envelope or write them on the envelope. Það er líka hægt að nota það fyrir bænaóskir. You can also put a prayer request. Og þá getið annarkvort einmitt skrifað það utan á og ef það er eitthvað sem við vilja að við munum leggja fyrir drottin í bæn, þá máttu endilega skrifa það niður. So if you want someone to pray for you, then you can write it on the envelope or put paper in the envelope. Og síðan notum við blaðið eins og þið þekki fyrir uppröðunarspurningarnar frá kvölduna áður. And then we write on the answers for the questions of the theme yesterday. Og svo er einnig hægt að gefa frjáls framlög ef manni það líka manni á hjarta. And then if you want to support this work, then you are also free to put something in the envelope. En við skulum bara fara yfir í uppröðunarspurningarnar. So let's go and see some of these statements from yesterday's theme. Já. Og í gærkvöldi þá vorum við að tala opinberunarbókina og baráttuna hugan. Yesterday we were talking about the battle of the minds in Revelation. Og við hérna erum með þá þessar 5 staðhæfingar. And we have 5 statements. Og þið merkið S eða O. And you just put true or false. Og við byrjum bara á staðhæfingu nummer 1. And let's start with the first statement. Nummer 1, það er barátta hug. Hugan. There's a battle for the mind, true or false. Satt eða ósatt. Það er barátta huginn. There is a battle for the mind, true or false. Nummer 2. Number 2. Maður getur annarkvort hlotið innsigli Guðs eða merki dýrsins. There's either the seal of God or the mark of the beast. True or false? Maður getur annarkvort fengið innsigli Guðs eða merki dýrsins, satt eða ósatt. There's either the seal of God or the mark of the beast. True or false? Og nummer 3. Number 3. Lindurseinkun, þó að hún sé mótuð, getur verið breytt af Guði. The character, though developed, can be changed by God. True or false? Satt eða ósatt, já. Lindurseinkun, þótt að hún sé mótuð, getur verið breytt af Guði. The character, though developed, can be changed by God. True or false? Can. Getur verið breytt af Guði. Númer 4. Þegar maður hefur fæðst að nýju, þá heldur maður áfram án nokkura breytinga í lífi sínu. Number 4. Once a person is born again, he continues on without any changes in his life. Satt eða ósatt. Þegar einstaklingur eða þegar maður hefur
fæðist að nýju, þá heldur maður áfram án nokkra breytingar í lífi sínu. Once a person is born again, he continues on without any changes in his life. Satt eða ósatt. Númer True 5. or false? Number 5. Fyrir tilstilli heilans andan getum við verið lík drottni okkar. Through the Holy Spirit we can become like our Lord. True or false? Fyrir tilstilli heilans anda getum við verið lík drottni okkar. Through the Holy Spirit we can become like our Lord. True or false? Satt eða ósatt. Vilja að ég endurtaki einhverja spurningu? Is there any question that you want me to say again, to repeat? Everything clear? Það er algjör óþarf að vera feimin. Ef það er einhver spurning sem það er endurtaka, það var minnsta máli. Don't be shy. Ég er að kenna stundum upp í háskóla og þá er það svo margir nemendur að það þorir enginn að spurja. Sometimes I'm teaching at the university and there are so many students that nobody dares to ask a question. Þannig að ég kannast við það. So I know this firsthand. En þið eru svolítið öflugir í að ná þessum spurningum. But you're strong in these questions or these statements. Eru allir búin að skrifa sitt á blaðið og nafnið neðst? So have you answered all the questions and have you put your names on the envelope? Okay. Ok, þá skulum við fara yfir svörin á því spurningunum. Let's see the answers to the questions. Númer 1, það er barátta sem á sér stað huginn eða hugan. Number 1 is true. There is a battle for the mind. Já, og það er satt. Það er á sér stað barátta hug okkar og hug allra. Og númer 2, að það er annarkvort er maður innsiglaður með innsigli Guðs eða maður fær merki dýrsins. So number 2, there's either the seal of God or the mark of the beast. Er þetta satt eða ósatt? True or false? Þetta er satt líka. True. Og lyndisengurinn, þegar hún hefur verið mynduð, getur Guð þá breytt henni? And number 3, the character, though developed, can it be changed by God? True or false? What do you say? Segið þið, satt eða ósatt? Satt. True. Og Guð sé lof fyrir það. Praise God for that. Og þegar maður hefur fæðst að nýju, heldur maður þá áfram lífið án nokkura breytinga? And once a person is born again, does the person continue on without any changes in his life? Nei, þetta er ósatt. Þegar maður er fæddur að nýju, að þá kemur breyting í lífum hans. So number 4 is false. When one is changed, when one has born again, then he changes. Og getur við fyrir númer 5, ef ég umorða það, getur við verið fyrir tilstilli heilags anda, orðið lík drottni okkar. Hvað segið þið, satt eða ósatt? Number 5, through the Holy Spirit can we become like our Lord? True or false? Satt, já. True. Það er alveg rétt. Og við lofum líka Guð fyrir það. Praise God for that. Það væri svolítið erfitt fyrir okkur að gera það alveg á ein spýtum. It would be very difficult to do this without our Lord. En það fyrir að líða því að ég kynni hérna upp hann Louis Torres sem er talað til okkar í dag. Now I want to soon present our speaker today, Pastor Torres. Og hann hefur verið að kenna ritningarnar í yfir 45 ár. He has been teaching the scriptures for 45 years. Og það er mikill heiður fyrir okkur að hafa hann hér á Íslandi. It's a great honor for us to have him here in Iceland. Að deila með okkur orði Guðs. To share with us the word of God. En áður en við höldum áfram, þá vil ég biðja fyrir bæði honum og fyrir okkur. Before we keep on, I want to pray for us and him.
Svo við skulum lúta höfði í bæn. So let's pray. Kæri himneski Faðir, Dear Father in heaven, við þökkum þér fyrir allar þínar blessanir. thank you for all your blessings. Við þökkum þér fyrir það að þú vilt umbreyta hjarta okkar Thank you that you want to change our heart, og lindissenkun okkar. our character. Við þökkum þér fyrir það að við þurfum ekki að gera þetta einn, Thank you that we don't have to do this alone, heldur höfum við þinn heilaga anda með í för. but we have the Holy Spirit with us. Kæri himneski Faðir, við biðjum alveg sérstaklega útdelingu þins heilags anda hér í kvöld. Dear Father, I want to ask you to pour out your Holy Spirit tonight. Við biðjum þig að vera sérstaklega með Lúi Torres, þannig að hann tala til okkar. I ask you to be with Pastor Torres as he speaks to us, Við biðjum þig að vera með okkur öllum sem eru hér. and may you be with us that are here. Við biðjum fyrir þeim sem kunna vera á leiðinni eða eru að fylgjast með á netinu. I also want to pray for those that might be on their way here and also for those that are listening on the internet. Kæri Faðir, að þú meðir opna hjörtu okkar Father, please open our hearts. og þú meðir leiða okkur. May you guide us. Á þessu stund með okkur verða öllum að blessum. And may this night be a blessing for us. Við biðjum þess í Jesú nafni. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. En þá skulum við syngja þemasalmin okkar Let's sing now our theme hymn. áður en að Lúi Torres tekur við. Gefðu gætur að Jesú. Þá vil ég gefa þér orðið. Pastor Torres, you're welcome to come up here to speak to us. Jú, Pastor, I'm so sorry, I forgot to collect the quiz. Gleymdist. Við skulum safna saman spjöldunum, kortunum og draga úr fyrir gefið. Let's gather the envelopes. We Aquí. totally forgot. Pastor, since I already have you up here, can you... Yes, please. Ég var bara að reyna að fá hann upp. Ingibjörg, Pálmarsdóttir. Ingibjörg. Þessi fjölskylda er að blómstra hérna. Í minningum. Þá ætla ég að gefa bara þessu orðið. There you go, yeah.
Sæl aftur, góð kvöldið. Fallegu dagur í dag. Þarf hann að beina þessu næri sér? Hvað er það? Er slökkt á? Já, turn it on, já. There you go, já. Ég er búin að finna þetta. Have to press the right button. Well, as I said before, it's been a beautiful day today. Eins og ég sagði, þá er þetta búið að vera fallegu dagur í dag. Nice and sunny Mikil sól and not as windy. og ekki svo mikil vindur. We've been talking about that which brings hope, Við erum búin að vera að tala það sem veitir von. and tonight we're speaking about the new beginning that people can have. Og nú erum við að fara að tala nýtt upphaf sem fólk getur upplifað. I was in Thailand, Einu sinni var ég í Tælandi and we were working among the Chinese, og við vorum að vinna meðal Kínverja and this lady og þessi kona þarna had attended the meetings like yourselves, hafði komið einmitt á svona fyrirlestra eins og þið, and then she didn't come back. en svo kom hún ekki aftur. We didn't know why. Við vissum ekki af hverju. However, we were doing children's program also, Við vorum líka að gera svona verkefni með börnunum and one of our students noticed a little boy crying. og einn af nemendunum sá að þarna var lítill drengur sem grét. So he asked him what the problem was. Og hann var spurði hvert vandamálið And væri. he said, my grandmother cannot go back to the meetings. Hann grét og sagði, amma kemst ekki aftur á fundina. And so he said, why? Og hann spurði af hverju. Well, it turned out that grandma, Kemur í ljós að amma, you see that she's not a young person, þið sjáu hún er ekki ung þessi kona, climbed up a tree hún hafði klifrað upp tré and was picking some fruit og hún var að tína ykkur ávexti and slipped and fell og svo datt hún úr trénu and hit the back of her head. og lenti á hnakkanum Oh, she was in a lot of pain. og hún var að þjást mikið. So two of our students were massage therapists, Þannig að tveir af okkar nefndin sem að kunnu nudd so they went and gave her some massages. fóru og nuddu hana. They had visited her before, Þau höfðu heimsótt hana áður and when they gave massages, she felt better og þegar þau höfðu nuddað hana þá leið henni betur. and decided that she would return back to the meeting. Og hún ákvað að koma aftur á þessar samkomur. And that night, Og það sama kvöld, I was speaking about the subject of baptism, þá var ég að tala skírnina and I made an appeal. og ég kallaði út til fólksins, If there was anyone in the audience who wanted to be baptized. og ég spurði þá sem voru þarna að hlusta hvort þeir vildu skírast. Well, she stood up immediately, Og hún stóð strax upp and then she said, og hún sagði, I have been waiting 40 years ég er búin að vera að bíða í 40 ár to be baptized. að skírast. We were all surprised. Og ég var hissa. She was a Buddhist, Hún var búddisti. but she had been waiting 40 years to be baptized. En hún var búin að bíða í 40 ár að fá skírn. And then again she said, I've been waiting 40 years and now I'm going to get baptized. Og hún sagði, ég er búin að vera að bíða í 40 ár og nú ætla ég loksins að skírast. So when we talked with her, Þannig að þegar við spjöllum við hana, we discovered that when she was a little girl, þá uppgötum við að þegar hún var stúlka, she had heard about Jesus þá hafði hún heyrt Jesú. and she wanted to follow Jesus. Og hún vildi fylgja Jesú. But her mother died,
En mamma hún lést and she was then given to a Buddhist family to raise her. og þá var fjölskylda sem var búddista fjölskylda fengin til að ala hana upp. So she was raised as a Buddhist. Þannig að hún var alin upp sem búddisti. But inside, En innst inni she wanted to follow Jesus. vildi hún fylgja Jesú. And now, at her old age, Núna á efri árunum, when she saw the opportunity, þegar hún fekk tækifærið, she was not going to pass it by. þá ætlaði hann aldrei ekki að láta það sleppa úr höndum And sín. so there she is, Þannig hún being baptized og það verið að skýra hana by that gentleman that's over there in the corner, af þessu manni þarna út í horni. Pastor Liu. Þessum presti sem heitir Liu. How amazing it was. Hversu dásaleg stund þetta var. Because she said, after she was baptized, Af því hún sagði eftir hún var skýrð that when she came up out of the water, að þegar hún kom upp á vatninu she no longer had pain in the back. að þá var hún ekki lengur með bakverk. So not only was she washed, Hún var ekki bara þvegin, but God healed her. heldur læknaði Guð hana. Amazing, what do you say? Og það er ekki ótrúlegt. So this evening, Þannig að núna í kvöld, we look at the book of Revelation again, þá ætlum við að líta aðeins á Åpenbarunarbókina where we aftur. can find guidance for our lives. Þar sem við getum fundið leiðsögn fyrir lífið. Would you pray with me as we study? Þið til í að biðja með mér? Heavenly Father, Himneski Faðir, we thank you. við þökkum þér. And it doesn't matter how old or how young, Og það skiptir ekki máli hvort þú sem gömul eða ung. anyone who comes to you, Hver sem kemur til þín, you will receive. mynd þú taka við. And this evening, Og núna í kvöld, as we study this subject, þegar við erum að rannsaka þetta we ask your blessing efni, þá biðjum við blessun þína. in Jesus' name. Í nafni Jesú Krist. Amen. Amen. We go back to the chapter of Revelation, chapter 7. Skulum fara aftur í Åpenbarunarbókina kapla 7. And you remember Revelation chapter 7 spoke about the fact that there were some angels Þarna varu verið að tala engla. that were holding the Windsor stripes. Do you remember that? Munið eftir vindónu sem þeir héldu aftur af. But then it says that there was selection made. En svo kemur í ljós að þarna átti sér stað val. And then verse 9 of chapter 7 Og ef við förum í 9. versið, says, after this I beheld. eftir þetta I beheld what? sá ég hvað? A great multitude, Mikill múgur which no man could number, of all nations sem enginn gat tölu á komið and kindreds af allskyns and fólki, people kynkvíslum and Icelandic. og lýðum og Íslendingum. It says tongues, Það stendur þarna tungum and Icelandic is one of those tongues, og íslenskan er eina af þessum tungum and Bulgarian. og búlgarska. What do you say? Er það ekki? All right. Now notice it says then, all nations, kindreds, and people and languages. Það stendur þarna allskyns fólki og kynkvíslum og lýðum. And so they stood where? Hvar stóðu þeir? They stood before the throne Þeir stóðu frammi fyrir hásættinu and before the Lamb, og frammi fyrir lampinu, clothed with white robes skrýttir hvítum skikkjum and palms in their hand. og höfðu pálmagreinar í höndum. And one of the elders answered, saying unto me, Og þeir hrópa hárri röddu. what are these which are clothed with white robes? Einn af öldungunum tók þetta máls og sagði, And where do they come from? hverjir eru þessir og hvaðan eru þeir komnir? And the answer is, Og svarið er, I said unto him, you know. Herra minn, þú veist það. And it says, these are they which came out of great tribulation Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu and have washed their robes og hafa þvegið skikkjur sínar and made them white og hvít fáa þær in the blood of the Lamb. í blóði Now lambsins. that's interesting. Þetta er áhugavert. He sees a multitude that no man can number. Hann sér mikinn fjölda sem ekki er hægt að telja.
A lot of people think that there's not going to be a lot of people in heaven Margir halda að það verði ekki droslega margir á himnum. because they think that there's a lot of bad people on the earth. Af því að þeir halda þessu svo mikið vondi fólki á jörðinni. But God knows the heart. En Guð þekkir hjartað. And according to this verse, Og samkvæmt þessu versi, there's a great multitude that no man can number. að það verður svo mikill fjöldi að enginn getur talið á. I want to be among that number. Ég vil vera meðal þessa fólks. What about you? En hvað með ykkur? But it says, En það kemur fram they have washed their robes in the blood of the Lamb að þeir hafa þvegið skikkjur sínar í blóði lambsins and made them white. og hvít fáað þær. This is symbolic language. Þetta er tákgrænt mál. Their robes represent their character. Skikkjurnar merkja lindisengun And the white represents purity. og hvít þýðir hreinleiki. But it says that they washed their robes in the blood. En það kemur fram að þeir þvoðu skikkjur sínar í blóði. Obviously, this is symbolic language. Þetta er augljóslega tákgrænt tungumál hér. Because how many of you have had something white Því að hvenær hafið þið verið að þvo eitthvað hvítt and you got blood on it? og það er blóð á því? Does it turn it white or turn it red? Verður það hvítt eða verður það rautt? Which color? Hvaða lit verður það? It turns it red. Það verður rautt. But here it says that this blood turns the robes white, En hér stendur að þetta blóð hafi gert skikkjurnar hvítar. which means then that whoever they are, Sem þýðir að hver sem þessir voru, they have been made clean það var búið að hreinsa þá in the blood of the Lamb. fyrir blóðlambsins. So the symbolism Þannig að táknið is explained in chapter 1, verse 5. Åpenbarunarbókina 1:5 Unto him that loved us og frá Jesú and washed us from our sins in his own blood. Já, til hann sem elskaði okkur og þvoði okkur frá syndunum í hans eigin blóði. This says then that at some point these people were not clean, Á vissum tímapunkti stendur þá að þetta fólk var ekki hreint á einhverjum tímapunkti. the characters were stained with sin, Lindasengunin var sörguð af synd, but when they turned to Christ, en þegar þeir sneru til Krists, their sins were washed away. þá voru syndunar hreinsaðar í burtu. So it represents then that they were cleansed. Það þýðir að þeir fengu hreinsun. So how does a person get washed in the blood of the Lamb? Hvernig fær einstaklingur hreinsun fyrir blóð lambsins? So we go into the study of the Word. Skulum fara aðeins og rannsaka þetta betur. They're washed by something called baptism. Fólk þvegið með einhverju sem kallast skírn. How do I know that? Hvernig veit ég þetta? Because the Bible makes it plain. Af því að Biblían, hún gerur það mjög skýrt. Notice it says, wash you, Sjáu þið hérna stendur þvoið yður, make you clean, hreinsið yður, put away the evil of your doings from before mine eyes, takið ílsku breytni yðar í burtu frá augum mínum, cease to do evil. látið af að gera illt. In other words, these people Með öðrum orðum þá var were þetta fólk, first doing wrong, fyrst var það að gera eitthvað sem var rangt, but they get washed en svo þau þvegin or they get cleansed. eða hreinsuð And so the scripture then supports the idea og þannig að ritningin hún styður við þessa hugmynd that all who get to heaven að allir þeir sem fara til himna have to be washed. verða að vera hreinsaðir. Now, I don't know how many of you would like to be washed. Ég veit ekki hversu mörg ykkur viljið fá hreinsun. I have to confess to you, when I was a little boy, Ég verð að viðurkenna að þegar ég var krakki I didn't like to take baths. þá hafði mér ekki gaman að fara í bað. Sometimes my mother would encourage me by taking my ear and pinching it with her nails. Stundum hvatti mamma mig með því að taka í eyrað á mér með nöglunum og stinga þeim í eyrað. Well, what happened was one day I went into the bathtub. Þannig að einu sinni fór ég í baðkarið, I was by myself, ég var einn and I turned on the water. og
og ég skrúaði frá krananum and I didn't realize og ég uppgötaði ekki that I screw off the handle. að ég skrúaði af kranan sjálfan And all of a sudden, I had a gush of water come at me. og allt í einu kom alveg gusa vatni beint á mig. I was frightened. Ég var hræddur, You understand? skiljiði. And after that, Svo eftir það, how much do you think I wanted to go and get in the tub? hversu mörg ykkur haldið að ég vilja fara í bað eftir það? So, Þannig að, according to the Bible then, samkvæmt Biblíunni, you need to be washed. þau þurfið að hreinsast. And that's what Jesus said to Nicodemus. Og það það sem Jesús sagði við Nicodemus was a devout man. Nicodemus var maður sem var búinn að helga sig Guði. He was a religious man. Hann var trúaður maður. And he came to Jesus to ask him questions. Hann kom til Jesús til að spyrja hann spurninga. And Jesus told him, Og Jesús sagði hann, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju, What does it say? sagði Jesús. Hvað stendur? If a man wants to enter into the kingdom, Ef einhver vill fara inn í Guðs ríki, he must be born of water and of the Spirit. þarf hann að fæðast af vatni og anda. In other words, there has to be a spiritual birth, Með öðrum orðum þá þarf að eiga sér stað andleg fæðing and then he must be washed. og svo þarf hann að hreinsast. And the scripture calls that baptism. Og ritningin kallar þetta skýrt. Notice Mark 16:16. Förum við í Markus og Guðspjall 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. He that believeth not shall be damned. En sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. Now I remember one time I was holding a meeting like this, Nú eitt skiptið sem ég var að halda svona fyrirlestra, and there was a man that was coming with his wife. að þá var maður sem kom með konuna sína. She wanted me to go and talk to him Hún vildi að ég færi að tala við hann. because she understood that if you're not baptized, you won't be saved. Og hún skildi þetta að ef maður skýrist ekki þá maður ekki frelsaður. And she wanted her husband with her Og hún vildi hafa mannin sem með sér in the kingdom. í konungsríki Guðs. So she was afraid. Þannig að hún var hrædd. So she said, Þannig að hún sagði, Pastor, prestur, please visit my husband. komdu og heimsóttu mannin minn. Okay. Og ég sagði I alltaf, visited with him, ég heimsótt hann and I said to him, og ég sagði við hann, Don, Don, sem hann hétt, when were you baptized? hvenær ætlað þú að skýrast? Oh, he said, when I was a baby. Hvenær skýrist þú? Já, þegar ég var barn, sagði hann. And I said to him, so you must have repented of your sins. Þannig að þá hlýtur þú aldrei að hafa yðrast synda þinna þá. And he said, repent? Aha, yðrast. The Bible says repent and be baptized. Biblían segir þú voru að yðrast og skýrast svo. Did you repent? Ertu búin að yðrast? He said, I was a baby. Ég var barn. I don't even know if I got baptized or not, he Ég said. veit ekki eins og hvort ég hef verið skýrður eða ekki. I can't remember that. Ég man ekki eftir þeim degi. And then he said to me, but I don't need to be baptized. Og svo sagði hann, en ég þarf ekki að I said, skýrast. why not? Af hverju ekki, sagði He said, the thief on the cross didn't get baptized. Ræningin á krossinum skýrist ekki. And Jesus said, Og Jesús sagði við hann, you'll be with me in the kingdom. þú mætti vera með mér í konungsríki mínu. So you see, he said, Pastor, Og hann sérðu, prestur, I don't need to get baptized. ég þarf ekki að skýrast. I like to use the thief as my example. Ég vil nota þennan ræningja sem dæmið það. So I said, oh, so you like to use that as your example? Nú já, viltu sérst nota það sem He dæmið? said, absolutely. Já, sagði hann. I said, okay. Já, alltaf Then leið. we'll have to crucify you. Þá þurfum við að krossfesta þig. He said, what? Ha, sagði hann. I said, the Bible says that the thief was on the cross. Biblían sagði að þjófurinn var á krossi. He could not come down from the cross to be Hann kom- baptized. Hann komst ekki niður af krossinum So til að Jesus made an skýrast. exception for him. Þannig að Jesús gerði undantekningu. So if you want the same exception, Ef þú vilt á sömu undantekningu, then you need to have the same situation. þá þarftu líka að vera í sömu stöðu og ræningin. You have to be crucified. Það þarf að krossfesta þig. He said, oh no, that's okay. Ó nei, sagði hann, það vil ég ekki. What was the problem with the man? Hvert var vandamálið?
hjá I manninum. found out the problem. Ég uppgötvaði hvert vandamálið var. After asking several questions, Eftir að hafa spurt hann nokkra spurninga, I said, Don, þá sagði ég, are Don, you afraid of water? ertu hræddu við vatn? He looked at me. Hann horfði á mig. Who told you that? He Hver said. sagði þér það? That was the problem. Þetta var vandamálið. He said, when I was a little boy, Hann sagði, þegar ég var drengur, I got caught in a flood þá lenti ég í flóði and I was drowning. og ég var við það að drukkna. And I was able to hang on to Og something ég hélt í eitthvað and I survived. og ég lifði af. And after that, Og eftir það, I've been deathly afraid of water. þá hef ég alltaf verið vatnshræddur. So I said to him, Don, Og þá sagði ég við hann, Don, what does Jesus say? hvað segir Jesús að við eigum að gera? He read the Bible Hann las biblíuna and it said, Jesus says I must be baptized. og hann sagði, Jesús segir að ég verð að skýrast. So, Þannig að notice it said, he that believes and is what? hann sem trúir, And is Stendur. baptized. þá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Now, John the Baptist was baptizing people. Jóhannes skýrari var að skýra fólk. You remember that? Munið eftir því? And when John the Baptist was baptizing people, Og þegar að Jóhannes skýrari var búinn að skýra fólk, no one asked John, what are you doing? það spurði enginn Jóhannes hvað hann var að gera. Why are you putting people in the water? Akkur ertu að dýfa fólki á hann eitthvað vatn? Why didn't they ask him that Akkur question? spurði þeir hann ekki að því? Because they knew what baptism was. Af því að þeir vissu hvað skýrn var. Jews are baptized. Gyðingar eru allir skýrðir. Did you know that? Vissuðu það? Yes or no? Já eða nei? You didn't know that Jews baptized. Vissu þið ekki að gyðingar skýra? Well, here's the problem. En hér er vandamálið. The reason you don't find the word baptizing in the Old Testament Ástæðan fyrir að þið finnið ekki þetta orð skýrn í Gamla testamentinu is because the Old Testament was written in Hebrew. er vegna þess að þetta Gamla testamenti var skrifað á hebresku The New Testament, Greek. og Nýja testamentið á grísku. And in Greek you say baptizo. Og í grískunni segir maður baptizo sem er skýrn, In Hebrew you say tibba. en á hebresku er sagt tibba. So the Jews practiced tikba in something called mikvah. Og gyðingarnir gjörðu digba í mikba. Is that something new for you? Er það eitthvað nýtt fyrir ykkur? Did you know that? Vissuðu þetta? You did not know that. Well, aren't you glad you're coming to the Revelation seminar? Eru það ekki fegin að hafa komið á þetta námskeið, fyrst þið But vissu þetta listen, ekki? when did the practice begin then? Hvenær byrjuðu þeir á þessu? Let's look at some history. Skoðum að söguna. Here are some archaeological findings. Hérna er eitthvað sem að fornleifafræðingar hafa fundið. This is in an old synagogue before Christ. Þetta er einhverju gömlu samkomuhúsi gyðinga And they fyrir Krist. discovered the walls and the baptistry Og eru búin að uppgöta þessa veggi og skýrnalaugina in an old synagogue. í gömlu samkundi húsi. And what do you see here? Hvað sjáu þið hér? What is that? Hvað er í gangi hér? Is that a Christian or a Jew? Er það gyðingur eða kristinn? What is he? Hver er þetta? Well, he doesn't look like a rabbi, does he? Hann Or lítur does út að he? vera rabbúni. Yes, he is a rabbi. And what's he doing? Hvað er hann að gera? He's baptizing. Hann er að skýra. But they don't call it baptism. En þeir kalla þetta They ekki call skýr. it tikba. Þeir kalla þetta tigba. So what does it mean? Og hvað þýðir það? All people who are religious in the Bible understood the necessity of a cleansing or washing. Allt fólki í Gamla testamentinu skildi vel af hverju fólk þurfti að skýrast eða hreinsast. Jews who, according to the law of Moses, became ritually defiled by contact with a corpse had to use the mikvah before being allowed to participate in the holy temple. Allir gyðingar, samkvæmt lögmáli Móse, urðu óhreinir
með því að snerta lík og þeir eru að fara mikva áður en þau fóru að taka þátt í musterisþjónustunni. And they had to be immersed. Og það var það eiga sér stað niðurdýfing. So they had to be put under the water. Þeir eru að fara alveg onni í vatni. And notice then that even converts to Judaism, if you want to become a Jew, Þannig að ef einhver myndi vilja verða gyðingur, you have to be baptized, þá þarf það að skýrast. or you have to be tikva. Fá þetta að tyggva. Now, this is interesting. Þetta er áhugavert. Notice how the Old Testament says it. Förum í Gamla testamentið. It's a King David. Þarna er Davíð konungur. After David committed the great sin, Eftir að Davíð hafði syndgað, he repented. þá yðraðist hann. He felt bad about what he had done. Honum leið illa yfir því sem hann hafði gert. And he wanted to be right with God. Og hann vildi gera það sem rétt væri fyrir Guði. So what did he say? Þannig að hvað sagði hann? In Psalm 51, verse 2 and 7, Í Sálmi 51, versi 2 og svo versi 7. notice it says, wash me thoroughly, or thoroughly. Já. Já. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Já, þetta er aldrei öðruvis í íslensku biblíunni, en ég ætla allavega að lesa 9. versið. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn. Þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. So David understood Davíð skildi that to get rid of his sin, til að losna við syndina, he had to confess it. þá þurfti hann að játa syndina. And the word repent means that you feel sorry for what you've done and you turn away from it. Og orðið að yðrast í það að maður sér eftir í það sem maður gerði og vill snúa við blaðinu í lífinu. So 51, verse 2. Then verse 7. Notice it says, purge me with hyssop. Og þarna kemur hreinsa mig með ísóp. Hyssop was like a soap in those days. Þetta var sápa í þá daga. And I shall be clean. Og þá verð ég hreinn. Wash me and I shall be whiter than snow. Þvo mig svo ég verði hvítar en mjöll. There you have it. Þannig að sjáu þið það. See. Notice it says, wash me and I shall be whiter than snow. Og sjáu þið, það stendur þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. So in Revelation, when it says that people who are before the throne have had their robes washed and be made white, Þannig að þegar þið sjáu fólkið í Opinberunarbókinni sem stendur fyrir framan it means that, hásætið og það er orðið hreint. it means that they accepted the truth that they needed cleansing Og þau samþyktu að tóku við sannleikanum and that their cleansing could only be done by the blood of Christ. og þau voru hreinsuð og þessi hreinsun gat bara átt sér stað fyrir blóð Krists. So in order to be washed, Til þess að hreinsast they had to repent. þurftu þau að yðrast. And once they repented, Og þegar þau yðruðust, they were baptized. þá voru þau skýrð. Or in the Old Testament terms, they were washed. Eða eins og Gamla testamenti kallar það, þau voru hreinsuð. Eða þvegin. Notice what God said to Jacob. Sjáu hvað Guð sagði við Jakob. You remember that Jacob had deceived his father. Munið þið að Jakob var búinn að blekkja föður sinn? You remember that his father was blind, Munið þið að faðir hans var blindur? and he made believe that he was his brother, Esau. Hann þóttist vera bróðir sinn Esau. And so he deceived his father Þannig að hann blekkti föður sinn by making believe that he was Esau. með því að þykjast vera Esau. And after that, Og eftir það, after he deceived his father, eftir að hafa blekkt föður sinn, that he felt terrible. þá leið hann hræðilega. And even worse than that, he felt fearful. Og svo var hann líka hræddur. Because his brother decided he was going to kill him for what he did. Af því bróðir hans hótaði honum að hann ætlaði að drepa hann fyrir það So sem hann gerði. Jacob ran Og þá flúði Jakob and ran. og hljóp.
And it was not till many years later Og það var ekki fyrir mörgum ára setna that Jacob returned. að Jakob snýri aftur. And as he was returning back home, Og þegar hann var að snúa aftur, notice what God said to him. þá sjáum við hvað Guð sagði hann. Arise and go to Bethel. Takk þig upp og fara upp til Betel. Where was it that Jacob saw the ladder coming down to him? Hvar var það sem Jakob sá stigan koma In niður? Bethel. Það var í Betel. Now it's interesting that the word Bethel Og það áhugavert að orðið Betel means the dwelling of God, þýðir þar sem Guð dvelst, or the house of God. hús Guðs. So Jacob thought that this is where God comes down, right there in Bethel. Þannig að Jakob hélt að þarna væri það sem Guð kæmi niður, í Betel. So when he's coming back, Þannig að þegar hann er að koma tilbaka, he has not made right what he had done wrong. þá var hann ekki búinn að bæta fyrir það sem hann gerði. And so God said, Þannig að Guð sagði við hann, go back to Bethel takk þig upp og fara upp til Betel, and dwell there, dvel þú þar make an altar unto God og gjör þar altar í Guði that appeared to you when you were running away sem from birtist the þér face of Esau, your brother. þegar þú flýðir undan Esau og bróður þínum. So Jacob then, obeying what God told him, Þannig að Jakob hann hlýddi því sem tells dráttur his family og fer til fjölskyldunar, and to all that were with him. segir fjölskyldur sinni og alla sem voru á heimilinu, Number one, nummer 1. put away the strange gods that are among you. Leggið til hliðar alla þessar skrýtnu guði sem eru meðal ykkur. If we're going to worship God, Ef við erum að fara að tilbiðja Guð, he said, sagði hann, we must put away the strange þá gods. þurfum við að setja til hliðar öll skurðgoðin. Why? Af hverju? What is the first commandment and second commandment? Hvað eru fyrst og annað boðorðið? Hvað segir Thou það? shalt have no other God before me. Þú skalt ekki hafa aðra Guð en mig. So put away the strange God. Setið til hliðar eða losið ykkur við goðin ykkar And then he said, be clean, og hreinsist, which means get washed. hreinsið ykkur. And the third thing, Og svo í þriðja lagi, change your clothing. og hafið fataskipti. In other words, we're going to go to God to worship, we must be clean. Með öðrum orðum, við erum að fara að hitta drottin, við þurfum að vera hrein. So he says, I will make an altar unto God who answered me in the day of my distress. Og hann segir, ég vil reisa þar alltaf í þeim Guði sem bænherði mig á tíma neða minnar. So what do? Og hvað gerðu þau þá? Well, he said, put away the strange gods, Hann segir, losið ykkur við goðin ykkar, wash, hreinsið ykkur and change your clothing. og skiptið föt. So they gave Jacob their gods, Þannig að þeir gáfu Jakobi öll goðin sín, they washed þeir hreinsuðu sig and changed their clothing. og skiptum föt. Then they could go to worship God in Bethel. Og þannig gáttu við farið og tilbeðið Guð í Betel. So what does baptism signify then? Hvað þýðir þá skýrn? According to Paul's writing, Samkvæmt Páli, he says, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jésu erum skýrðir til dauða hans? So it represents a Það death. þýðir dauði. Number two, Númer 2, we are buried with him by baptism into death. við erum því dánir og greftrað með honum í skýrninni. So you die and you get buried. Maður deyr og maður er grafinn. That's what happens when people die, isn't it? Það það sem gerist þegar fólk deyr. They die and they get buried. Fólk deyr og það er grafið. But biblically speaking, En samkvæmt Biblíunni, it's the same thing. þá er þetta það sama. Except that rather than dying physically, you die to your old life. Á deyr maður ekki líkamlega heldur hinnu gamla lífi. And as you're put in the water, Og svo þegar maður er settur í and you vatninu come up out of the og water, kemur upp á vatninu, you leave all your sins behind. þá skilur eftir allar syndir. So you're washed. Þannig að nú er búið að hreinsa þig. You're cleansed. Þú ert hreinn. Isn't that good news? Er þetta ekki góða fréttir? Yes or no? En það ekki. And so, it represents the death, Þetta merkir dauða, the burial,
greftrun and the resurrection of Christ. og upprissu Krists. So it's an act of faith Þetta er í rauninni verknaður trúar, where we accept þar sem við tökum við from the Bible frá Biblíunni what God says is necessary for us to be right with God. þar sem Guð segir að það er nauðsynlegt að vera á réttum nótum með Guði. There's a death, a burial, and a resurrection. Dauði, greftrun og upprisa. So it says, Og það for stendur í as Galata. many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. So you give up your old ways, Þannig að þú gefur upp þínar gömlu you leave venjur, them behind, skilur það eftir, and when you come up out of the water, svo kemur upp á vatninu you're washed from your sins. og það er búið að þvoa þig And then af syndunum. it explains that by doing that, Og með því að gera þetta, you put on a change of character. að þá færð þú nýja lindisenkun. You then leave your old life behind and you begin to live a new life in Christ. Og þú skilur eftir þitt gamla líf og ferð að lifa nýju lífi í Kristi. So you're washed. Þannig að þá er búið að hreinsa And þig. it says, arise and be baptized. Og í Postulasögunni segir í 22:16 And wash away thy sins, Rís upp og lát skýrast og laugast af syndum þínum, calling on the name of the Lord. ákallið nafn Drottins. I don't know how many of you Ég veit ekki hversu mörg ykkar have wondered hafi velt fyrir or ykkur thought, eða hugsað. I wish I knew what I know now. Ég vildi óska þess að ég hefði vitað það sem ég veit núna í dag. I wish I could go back in time Ég vildi að ég gæti farið aftur í tíma and knowing now what I know, og vitandi það sem ég veit núna, then I would do things differently. að þá myndi ég gera hlutina öðruvísi. Any of you have ever thought that? Ég veit ekki hvort þið hefði oft hugsað það. Well, that's what baptism offers. Nú, þetta er það sem að skírni býður upp á. It offers you the opportunity to start living again in a new life. Það býður þér tækifæri til þess að hefja nýtt líf. Does it matter how old you are? Skiptir að máli hversu gamall maður er. It's better to do it when you're young, Það er náttúrulega betra að gera það þegar maður er ungur, but there's no limit to how old you can be. en það er engin takmörk fyrir því hvað maður er gamall til að gera þetta. I knew a gentleman Ég who was þekkti mann 99 years old. sem var 99 ára gamall. How many? Hvað var hann gamall? And when he understood what the Bible said, Og þegar hann skildi hvað Biblían var að segja, he said, I never knew this. þá sagði hann, ég vissi þetta aldrei. I've done a lot of things in my life that I'm sorry for. Ég hef búin að gera svo margt í lífinu sem ég sé eftir. And I thought I would have to go to the grave with all that burden on me. Og ég hélt að ég þyrfti að fara í gröfinu með alla þessa byrði. But if Jesus offers that I could get rid of those En Jesús, hann býður mér að ég get losnað við þetta allt saman. by a simple act of being washed, Bara með því að hreinsast. then I want to be washed. Þá vil ég fá þessa hreinsun. And the old man was washed. Og þessi gamli maður fékk hreinsun. And how happy he was. Og mikið var hann ánægður. I had another lady. Svo var önnur kona, She was 86 years old. hún var 86 ára. She had a habit. Hún var með ávana, She was addicted to smoking. hún reykti. And even though she believed in Jesus, Og þó hún tryði á Jesú, she would come to church og kom hún til kirkju, as if though she had taken a bath in perfume. eins og hún hefði hellt yfir sig ilmansflösku. You know why? Vitið af hverju? She thought the perfume would cover up the odor of the smoke. Hún var að vonast til þess að ilmvatni myndi fela reykingalyktina. But every time she came around me, En alltaf þegar hún kom nálægt mér, I would get a headache from the perfume. þá fekk ég höfuðverk af ilmvatninu. So one day she asked another church member, Svo spurði hún einn safnaða meðlim, do you know if you think Pastor Torres knows that I smoke? heldur þú að presturinn, hann Torres, viti hvort ég reyki eða ekki?
And the church lady said, I think so. Og hún sagði, jú, ég held að hann viti það. Oh, no, she thought. Ó nei, hugsaði hún. Well, she said, you better go talk to the pastor. Það er eins og þú drífið þig bara að tala við prestinn. So she came to me. Svo kom hún til And mín. she said, Pastor, do you think I got a problem? Prestur, heldur þetta sé vandamál hjá mér? I said, yes. Já, sagði She said, ég. what do you think it is? Og hvað heldur þetta sé? You smoke. Þú reykir. Oh, she started crying. Og hún byrjaði að gráta. So I said, Elsie, Elsie, sagði ég, how much do you smoke? hversu mikið reykjaru? 4 packs of cigarette a day. 4 pakka á dag. How many? Hversu marga? 4 packs of cigarettes a day. 4 pakka á dag. And I said, Elsie, Og ég sagði, how Elsie, do you do that? hvernig fer það að þessu? Well, she said, Hún sagði, Pastor, I just want you to know this. mér langar að segja þér eitt. I only smoke the best tobacco. Ég reyki bara gæða tóbak. I ordered them from London. Ég panta þetta alltaf frá London. I said, well, I'm glad you choose good tobacco, but it's still tobacco. Já, ég er glaður að þú skulle velja gæða tóbak. How do you get to smoke 4 packs of cigarettes a En day? þetta er samt tóbak. Og She said she had money. She was a lady of money, Hún átti nógan pening a widow, og hún var ekkja and she was lonely. og hún var einmana. So she bought a little machine. Þannig að hún keipti vél In this little machine, og þessi litla vél she would put the tobacco on a certain part of the machine. settu tóbakið þarna í He would pick up the tobacco og svo tók hún upp and bring tóbakið. it over Já, vélinn and færði, dropped it on paper. vélinn setti þetta á pappír Then he would roll the paper. og svo bjóð hún til sígarettuna. Then he would flip the cigarette, Og svo fór sígarettan and it always fell in a little bucket. og datt alltaf von í einhverja fötu. And she thought that was so cute. She'd pick up the cigarette and smoke it and then had another one. Og henni fannst þetta svo skemmtilegt og And hún she would spend the reykti, day watching the little cute machine, hún reykti og throwing reykti. those cigarettes up in the air into the bucket. Og það því að vélinn var að henda þessu sígarettum upp í loftið og inn í dolluna. I said, Elsie, Og ég sagði, Elsa, how do you feel about it? og hvernig líðið þér með She þetta? said, honestly, I feel terrible. Ég verð að segja að mér finnst þetta I hræðilegt. don't want to smoke, Ég vil ekki reykja, but I can't help myself. en ég get ekki stjórnað mér. I said, I'll help you, Elsie. Og þá sagði ég, How can you help me? ég skal hjálpa þér, I sagði said, ég. I know how to help people quit smoking. Ég veit hvernig ég get hjálpa fólki So að I want you reykja. to come to my program. Konti á námskeið hjá. I've been to many programs. Ég hef búin að fara á svo You mörg. haven't been to mine. Þú er ekki komið að mitt She námskeið. said, that's true. Og það er rétt, sagði hann. All right, you come. Ok, komdu þá. You know, Elsie came to the program. Elsie kom á námskeiðið And at the end of the week, og svo í lokvikunar she was so happy og var hún svo glöð she had quit smoking. að hún hafði hætt að reykja. In fact, she had started smoking and had smoked for 65 years. Hún var búin að reykja í 65 ár. That's a long, long time of smoking. Þetta er langur tími. And when she quit smoking, En þegar hún hætti að the reykja, newspaper came and took a picture of her þá kom dagblöð og tók with mynd af her henni leg up and her arm like this. með hendinu upp og fótinu upp. 86-year-old Elsie 86 ára had quit smoking. hafði hún hætt að reykja. And then she said, Og þá sagði hún, I want to be baptized. ég vil vera skírð. I said, I'm glad to. Og þá sagði ég, Well, the day of baptism came. ég er glaður og svo kom dagurinn. And I had several people being baptized, Það voru nokkri sem vildu skýr, including my daughter. til dæmis dóttir mín. No, it wasn't much. It was 2 sons, yeah. Nei, það var sonu minn. And my daughter always wanted to get baptized. En dóttir mín vildi alltaf skýrast. Every time I did a meeting, Alltaf þegar ég var með eitthvað svona she fundi, wanted to be baptized. þá vildi hún fá skýrð. I made appeals to people to come forward. Ég var að kalla til fólks að það kemi fram And she would come forward crying. og hún kom alltaf fram grátandi And I thought she's too young to baptize. og þá sagði ég, hún er á ung ennþá. And then I began to feel horrible Svo byrjaði mér að líða svo illa yfir. because I was telling people, hurry up and get baptized. Ég var alltaf að segja fólki, komið nú fram. But I would tell her, well, you need to wait. Og ég sagði alltaf hana, þú þarft að bíða. Finally, I became so convicted Svo var ég svo sannfærður that I baptized my little girl. að ég skýrði dóttur mína. Well, on this baptismal day then, Og þennan dag, I had 8 people to baptize. þá voru 8 sem vildu skýrð. Elsie wanted to be the first. Elsie vildi vera fyrst. And when I got into the water, Og þegar ég fór í vatnið, it was freezing cold. þá var það ískalt. It turned out that the water came from the snow up in the mountain. Vatnið kom nefnilega ofan úr fjöllum.
And the deacons didn't realize that the heating for the water was off. Og safnaðar þjónninn gerði sér ekki grein fyrir að það var engin hiti í They vatni. filled that baptismal tank with ice cold water. Það var alveg ískalt vatnið. And when I put my foot in the water, Þegar ég setti fótinn í vatnið, my teeth began to chatter. þá byrjaði ég að skjálfa. I couldn't talk. Ég gæti ekki eins og And I tala. said, Elsie, Elsie, sagði ég, I can't baptize you. ég get ekki skýrt þig. She said, you must baptize Þú me. verður að skýra mig. I said, Elsie, Elsie, sagði you ég, put your foot in that water and you'll die of a heart attack. ef þú setur fótinn hérna onni í vatnið þá farið það í She hjarta. said, at least I'll die safe. Og þá sagði hann, já, ég deyð það allavega örugg. You have to baptize me. Þú verður að skýra mig, sagði hann. I got in that water and I struggled to talk. Ég fór onni í vatnið og My var að teeth were chattering. reyna að tala And after I put her in the water og eftir að ég fór and she came up, áður en að ég, she was victorious. og þegar ég var búin að dýfa henni vatnið og komin upp úr, She got out of the water, þá var hún svo glöð. but I had to stay in there for 7 more. Hún fór fljótt upp á vatninu en ég þurfti að vera þarna fyrir 7 But that aðra. was all right. Það var allt í lagi. Elsie was washed. Það var búið að hreinsa hana Elsie. What do you say? Hvað segir við því? So it doesn't matter Það skiptir ekki the máli. age. Aldur. The important thing is this. Það sem skiptir máli er, Do you recognize that you need a Savior? kannastu við það að þú þurfir á frelsara. And it's not enough to believe in Him Það er ekki nóg að trúa á hann in the mind. í huganum. It's important to believe, Það er mikilvægt að trúa, but if you believe, then you will obey Him. en ef þú trúir á hann þá myndir líka hlýða honum. And one of the things He wants of all His followers Og það er það sem hann vill að allir hans fylgjendur is gera. to be clean followers. Að þeir séu hreinir fylgjendur. And how do you get clean? Og hvernig verður þú hreinn? By Okay. forsaking your sins Með því að yfirgefa syndir þínar and being washed. og fá hreinsun. And being what? Vera hreinsuð. Being washed. Amazing, isn't it? Þetta er ekki ótrúlegt. What about sprinkling? Hvað með að svona skvetta vatni á? How many of you were sprinkled when you were babies? Hversu Any of mörg you? fenguðu svona skýr þegar þið Yes, voru I've seen some sprinkled. I have to raise my hand too. Ég vil líka rétt upp hendina. I have my baptismal certificate Ég er með skýrnar vottorðið mitt frá því ég var from the lítill, Catholic Church, frá kaðalsku kirkjunni. but it has a wrong date for me. En það er samt villust dagsetningaði. I was born on June 21st, Ég fættist 21. júní, but my priest forgot to put number 1 after 2, so he had me being baptized June 2nd. en hann gleymd að setja hana 1 fyrir aftan og þannig að það kemur fram eins og ég verið skýrður 2. júní. Well, I've met people Nú, ég hef hitt who fólk, think that because they were sprinkled, they were baptized. að fólk sem hefur fengið svona barnaskýrð But the Bible teaches that sé that's skýrt. not correct. En Biblían segir að það er ekki rétt skýrð. Baptism requires repentance, Við þurfum að yðrast ef við ætlum að skýrast. which is a sorrow for sin and a turning away from it. Það er sorg yfir syndum okkar og við snúum okkur frá því. And that's what Peter said to those devout Jews on the day of Pentecost. Og það er það sem að Pétur sagði við þessa gyðinga sem að voru mjög trúaðir. Repent and be baptized. Yðrist og skýrist. Okay? Then the counsel that the Lord gave us. Og svo er það ráðleggingin sem drottin gaf okkur. Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Farið því og gjöru alla þjóður að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. In other words, Með öðrum orðum, a person has to become knowledgeable about why he's being baptized maður þarf að skilja akkur maður er að fara að and skýrast. what it means to be Og baptized. hvað það þýðir að vera skýrður. It is a marrying with Christ. Þetta er eins og að giftast Kristi. It is making a vow, a commitment to There's a- live for Christ. Gefa heitið að lifa með Kristi. That's why we're washed, Þess vegna erum við þegin. so that we can leave our sins behind. Svo við getum skilið syndirnar, And what a privilege we have then, skilið við syndirnar, hvíl forréttindi. that we can leave our sins behind. Að geta það. Now in terms of sprinkling,
Nú ef við förum að þessari barnaskírni að því að skvætta vatni. There was a Filipino lady Einu sinni var kona frá Filippseyjum, in the Philippines í Filippseyjum, who did not want to get baptized sem vildi ekki skýrast. because she said she had been sprinkled. Af því að hún sagðist að fengi barnaskírnina. Well, the student came to me and says, what do I do? Og þá sagði einn nefandi við mig, hvað I er showed her the Bible and she still says, I've been baptized, I was sprinkled. Og hún sagði nefnilega það að hún hefði fengið barnaskírnina. I said, pray about it and ask God to give you wisdom. Og þá sagði ég, þú voru bara að biðja til Guðs og að hann gefi þið visku. So he went back to visit the lady. Svo fór hann og heimsótti hann konuna. And he discovered that the lady's little puppy was killed by a car. Og hann uppgötvaði að þessi litli hvolpur sem konan átti hafði dáið vegna þess að hann var fyrir bíl. And she was crying. Og hún grét. So he said, I'm so sorry about your little doggy. Og þá sagði hann, mikið er ég leiður yfir hundinum þínum. Now what shall we do? Hvað hefur nú að gera? So she said, we'll have to bury him. Já, við munum þurfa að grafa hann. So he said, so we'll take some grains of sand and drop it on the puppy and bury him? Ok, þá skulum við taka nokkrar steinvölur og láta detta ofan á hvolpinn og þá er hann grafinn. No, she said. Nei, sagði hann. You cannot just take some sand and Nei, drop it on the puppy. það er ekki nóg að taka einhverja möl og láta detta You á have to hann. dig a hole and bury it. Þú þarft að grafa hólu fyrir hann. And so he said to the lady, Og þá sagði hann við konuna, precisely, akkurat, if you're going to be baptized, ef þú ætlar að skýrast, you have to be buried. þá þarft þú að vera grafinn. Putting water on your head does not bury you. Það að setja vatn á höfðið er ekki að grafa It þig. was a new revelation to her, Þetta opnaði augu hennar but it made perfect sense to her. og þá var þetta svo rökrétt So fyrir what henni. do you think she did? Hvað haldið hún hafi gert? She was baptized. Hún var skýrð. Yes, the Lord makes it plain Já, Drottinn gerir þetta mjög skýrt fyrir and okkur. tells us that we are baptized into one body. Að við erum skýrð í sama líkama. In other words, we're not only just washed, but we are joined to the body of Christ Við erum ekki bara þegin heldur sameinumst við líkama Krists by baptism. með skýrðinni. So there are many people who are sincere, Það eru margir sem eru mjög einlægir who think that all they have to do is believe. og sem halda að það eina sem þeir þurfa að gera er að trúa. But there's more to the Christian life than just a mental assent. En það er miklu meira í hennu kristna lífi heldur bara að trúa. God promises us the washing, Guð lofar okkur hreinsun and with the washing, the power to live in harmony with His will. og með hreinsuninni kraft til að lifa samkvæmt hans He vilja. gives us then Hann gefur okkur þetta. the privilege Þetta eru forréttindi. to leave our old life behind Að geta skilið við líf okkar sem að var hið gamla and líf begin a new life in Christ. og byrja nýtt líf í Kristi. Then what about rebaptism? Hvað með til dæmis endurskýrð? Some people think that rebaptism is not biblical. Sumir halda að endurskýrð sé ekki samkvæmt Biblíunni. In other words, some people think if they are baptized one time, they don't have to be baptized again. Sumir halda að ef það verið einu sinni skýrði þá þurfa þær ekki að skýrast aftur. But that's not biblical. En það er heldur ekki samkvæmt Biblíunni. What is biblical Það sem er samkvæmt Biblíunni is er what the Bible demonstrates. það sem Biblían segir. In other words, the days of John the Baptist, Þegar að Jóhannes skýrari var uppi when John the Baptist says, repent and be og baptized, hann sagði yðrist og skýrist, those Jews had already been baptized. þessir gyðingar höfðu nú þegar verið skýrðir. But they were not living in harmony with God's will. En þeir voru ekki að lifa lífið sínu samkvæmt vilja Guðs. And he was appealing to them Og hann var að kalla til to be þeirra washed again. til þess að þeir hreinsist aftur. Same thing with the day of Pentecost. Og sama á They were hvítasunnudeginum. very devout Jews. Þar voru mikið að trúum gyðingum When they said to Peter, men and brethren, what shall we do? og þegar þeir sögðu við Pétur, hvað eigum við þá að gera? The counsel was, Og hvað ráðlaði Pétur? repent and be baptized. Yðrist og skýrist. They had already been baptized, En það var nú þegar búið að skýra þá. but they needed to be En rebaptized. það þurfti að endurskýra þá. In fact, when in the book of Ephesians it says one Lord, one faith, one baptism, Ef við förum í Efesus 4. kapla og 5. vers, þar stendur einn er Drottinn, ein trú og ein skýrn.
This is the verse that people use to say you only have one baptism. Þetta er versi sem fólk notar sem, til þess að gefa rauk fyrir því að þarf bara að skýrast einu But sinni. the context is saying En þetta er í einu samhengi sem that there's only one true Lord, að segir það er bara einn one Guð, true faith, ein sönn trú one true og baptism. ein sönn skýrð. In other words, baptism cannot be done by sprinkling. Sem þýðir að skýrðin er ekki hægt að gera með því að skvetta drópum á It has to be done the way Jesus was baptized. einstaklingin. Það þarf að gera eins og Jesús Our gerði. example. Hann er okkar What do you fordæmi. say? Hvað segið þið? So rebaptism. Þannig að endurfæðing. Here's what happens. Þetta er það sem Sometimes people get baptized. stundum skýrist fólk. They may be young. Kannski er það ungt. And then for some reason they go into the world Og svo kannski fara þau út í heiminn and begin to do practices that are not in harmony with their baptismal vow. og gera eitthvað sem er ekki samkvæmt þeirra skýrnar heiti They wander away from Christ. og fara í burtu frá Guði. They may still believe that there is a Jesus, Þeir kannski trúa sér til Jésu but they're not living as Jesus would want them to en eru live. ekki að lifa lífinu eins og Jesús myndi vilja. So later on, Þannig að they may come to a meeting like this. seinna getur komið til svona samkomu The Spirit may bring conviction to their hearts. og kannski er andinn að samfara þau að iðrast They realize they've wandered away from Christ og gera sér grein fyrir því að þau hafa farið í burtu frá Kristi and want to renew their relationship with Christ. og vilja endurfæða samband sitt við Krist, Therefore, endur nýja they need to be rebaptized. og þess vegna þurfa þau að skýrast aftur. It's like a couple. Það er eins og par, If a husband and wife separate ef að maður og kona skilja, and they go their separate ways, fara hvort í sína áttina and then at some point they realize that they made a mistake, they want to get back together again. og svo sjáu þau allt í einu að þau hafi gert mistök og vilja taka saman aftur, They've been divorced, búin að skilja they want to get remarried. og vilja þá að What do gifta they sig have to aftur. do? Hvað þurfa þau að gera til að gifta sig aftur? They have to have another wedding. Þá þurfa þau að hafa annað brúðkaup. Yes or no? Er það ekki? Yes? Já. It's the same thing with Christ. Þetta er eins og með Krist. When you're baptized, Þegar þú ert skýrð eða you skýrður, are giving your allegiance to Christ. þá ert þú að gefa heitið til Guðs. If you leave Christ Ef þú yfirgefur Krist and you begin to live contrary to your commitment, og byrjar að lifa gegn því sem þú varst búin að you heita, have separated yourself from God. þú hefur fjarlætt þig frá Guði, Even though you still believe, þó svo þú trúir, you know that your life is not in harmony with God's will. þá veistu að líf þetta er ekki í samræmi við Guð. When you revive Þegar að þú endurfæðist and you decide to be committed to Christ, og heitir því að vera helguð eða helgaður Guði, then you have to be rewashed, þá þarf þú að hreinsast aftur rebaptized. Okay? og skýrast aftur. And that's what happened with some disciples that Paul met. Og þetta gerðist með suma lærisveina sem Páll Notice hitti. what it says. Sjáum hvað það stendur. Paul met some people Páll hitti einstaklinga and he found someone. og hann He found some disciples. fann nokkra lærisveina. Are disciples believers or non-believers? Eru lærisveinar And trúaðir eða ekki trúaðir? So, then Paul says to Og þá them, sagði Páll við þá, have you received the Holy Ghost since you believe? fengu þér heilagan anda ef þeir tóku trú? They said, we have not so much heard whether there be any Holy Ghost. Þeir sögðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagan andi sé til. Then Paul asked them the question, Þá spurði Páll á, until then, were you baptized? upp á hvað eru þér þá skýrðir? They said, unto John's baptism. Þeir sögðu skýrð Jóhannesar. So these were disciples, Þetta voru lærisveinar and they had been baptized unto John's baptism. og Jóhannes skýrari var You búinn see að that? skýra þá. Okay? Sjáu þið það? But there was a problem. En það var eitt vandamál. They were completely ignorant about Jesus Vissu ekkert Jésu and about the Holy Spirit. og heilagan anda. And when Paul taught them the truth, Og þegar Páll kendi þeim notice sannleikann, what happens. sjáu hvað gerist.
And said Paul, John barely baptized with the baptism of repentance, Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ. og sagði liðnum að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það á Jesú. So it says, when they heard this, Þegar þeir heyrðu þetta, they were baptized in the name of the Lord Jesus. létu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. So here you have people Hér hafið fólk who were believers, sem voru trúaðir, they were baptized, þeir voru skýrðir, but they were not knowledgeable about Jesus and the Holy Ghost and the truth of Christ. en þekktu ekki Jesú eða heilagan anda. When they accepted Christ fully into their lives, En þegar þeir tóku við Jesú að fullu inn í líf sitt, Paul rebaptized them. þá skýrði Páll á aftur. I'm glad that God makes it clear for us. What do you say? Ég mjög ánægður að Guð gerir þetta mjög skýrt fyrir okkur. So, the like figure whereunto even baptism, that's also now what? Og 1. Pétursbréf 3:21 Now saves us. og þar stendur, með því var skýrnin fyrir mynduð. I've been in many situations where people have difficulty. Sem einnig frelsar ykkur. Ég hef oft verið í vanda. They may be devout people. Ég hef hitt fólk sem í vanda. They Það come to meetings. fólk sem They receive new light. kemur í kirkju, And they feel like they need to recommit their life to God. fær meiri upplýsingar og finnst eins og það þurfa að endurgefast Guði. But they are afraid that they are doing what's wrong by being rebaptized. En þeir eru hræddir við að gera það sem rangt með því að endurskýrast. But that's not true. En það ekki satt. I was in Switzerland Ég var í Sviss and I went to visit a doctor. Ég fór að heimsótti til lækni. Dr. Buckley was his name. Hann hét Buckley And he shared with me og hann deildi því með mér that he grew up in a pastor's home. að hann ólst upp á prestsheimili. But when he got old enough, En þegar hann varð nóg gamall, he left home. þá fór hann að heiman, He went to study medicine. fór að læra að vera læknir. And for a long time, he didn't go to church. He had nothing to do with Christ. He just was living a regular, clean life. Og hann fjarlæðist kirkjuna og stundaði ekki trú sína en lifði samt alveg siðferðislega réttu lífi. But as he began to study the Word of God again, En þegar hann fór að rannsaka orð Guðs aftur, he began to feel troubled þá fann hann fyrir samviskubiti. because he realized Af því að hann that he uppgötaði was far away from Christ. að hann var svo langt í burtu frá Kristi. He wasn't stealing. He wasn't doing things that normally people consider to be wrong. Hann var ekkert að stela eða gera eitthvað sem okkur venjulega finnst vera rangt. But he was living a life of making money and living pleasantly. En hann var að lifa lífinu þannig að hann var að þéna vel og lifði bara þægilegu lífi. So as we began to talk, Þannig að þegar við fórum að then he spjalla, opened up his heart to me þá var hann einlægur við and mig said, Pastor, og sagði, I've been gone from the Lord for a long time, ég búin að vera lengi í burtu frá drottni and I have desired to be baptized. og ég búin að taka ákvörðun að skýrast. And I asked my pastor to baptize me. Og ég bað prestinn minn að skýra mig, And the pastor said, no, we don't believe in that. að þá sagði presturinn, nei, við trúum ekki á það. You've been baptized once. Það búið að skýra það einu That's sinni all that you need. og þú þarft ekki meir. And he said, no, but I didn't feel like I honored my baptism that I did when I was young. En mér fannst ég ekki halda eða heiðra það sem ég hafði I ákveðið þá. want to recommit my life to Christ. Ég vil endurgefast Kristi. What can I do? Hvað get ég gert? And I said, let me talk to your pastor. Og þá sagði ég ætla að tala við prestinnin. And I had to give the pastor a Bible study. Og ég þurfti að kenna prestinum upp úr Biblíunni. And when the pastor saw what the Bible said, Og þegar að presturinn sá hvað Biblían he sagði, said, I can't baptize him because my office won't let me, but you can baptize him. en hann sagði ég get ekki skýrt hann aftur vegna þess að embætti mitt leyfir það I ekki, en said, þú I getur would skýrt. be glad to baptize Og him. þá sagði hann ég glaður, þá sagði Well, he had a son-in-law hann glaður að gera það. who, like himself,
En hann átti tengdason sem var eins og hann, left the ways of the Lord, hafði farið frá drottni and became very, very, very successful in life. og hafði gengið mjög vel í lífinu. But he also felt himself distant from God. En hann fann líka að hann var svo langt í burtu frá And he Guði said to me, og hann sagði við mig, I would like to be baptized. mér langar líka að skýrast. So I took both of them, Þannig að ég fór með að báða, the father-in-law and the son-in-law, bæði faðirinn og tengdasoninn and we baptized them. og ég skýrði þá. And what a joy it was for that old man and that son-in-law. Hvílík gleði var það fyrir þennan mann og tengdasoninn. Dr. Buckley Buckley hét became a þessi. very devout man, Og hann var mjög helgaður and drottni still is a very devout man, og það enn í dag. rejoicing that he could be washed and be cleansed. Hann gleðst yfir því að hafa fengið að hreinsast. And his son-in-law Og tengdason hans, has rejoiced that also he had the opportunity to be recommitted to Christ. hann gleðst líka yfir því að hafa fengið að endur gefast Guði. And that son-in-law Og tengdason hans will be here Thursday night. kemur núna hingað á fimmtudaginn. His name is Dr. Jan Kabunko. Hann heitir Jan Kabunko og vísindamaður. Once he was rebaptized, Einu sinni var hann endurskýrður. that scientist decided that he wanted to follow Christ. En hann, já, þessi vísindamaður ákvað að fylgja He Jésu. rejoiced that his life could be washed Hann var svo glaður yfir því að fá and that he could hreinsun leave all the things behind. og að skilja allt eftir. So tonight, Þannig að í dag, I don't know how many of you ég veit ekki hversu mörg ykkar are feeling like this message applies to you. finnst eins og þessi skilaboð eigi við ykkur. But I'm going to have the ushers pass out a card. Ég ætla að biðja þá sem eru dýraverðir að koma með On one blöð. side is in English, and I think the other side is in Icelandic. Öðrum megin á blaðinu á ensku og hinum megin á blaðinu á íslensku. And I'd like you to take these cards Mér langar að láta ykkur fá þessi and look at what blöð it says. og aðtók hvað stendur á blaðinu. Each one can take a card, Takið þið eitt svona blað and I want you to see what it says. og aðtók hvað stendur. The first line, it says, I desire to accept Christ as my personal Savior. Og það stendur þarna að ég tek ákvörðun að gera Krist að mínu persónulega frelsara. Do you desire to accept Christ as your Savior? Eru þið til í að taka við Jésu sem ykkar Do you? frelsara? Ég spyr, Then you can check it off. þá getið þið merkt þar við. The second one, Númer 2. I would like to be baptized as Jesus was baptized. Ég myndi vilja skýrast eins og Jésus skýrðist. The third, 3. I want to be ready when Jesus comes. Ég vil vera tilbúin þegar Jésus kemur. And the fourth, I need prayer. Og 4. lagi, ég þarf á bæn að halda. And if you want to be rebaptized, Og ef þú vilt endurskýrast, just check off, I want to be baptized as Jesus was baptized. þá skulum við bara merkja að ég vil skýrast eins og Jésus var skýrður. It is the way that we express to the Lord Þetta svona sem að við tjáum okkur the fram með fyrir desire drottin. of the heart. Þrá hjartans. I'm thankful that God gives us a new opportunity. Ég þakkláttur fyrir það að Guð gefur okkur nýtt tækifæri. Like it says in the book of Jonah, En svo stendur í the Jónasarbók, word of the Lord came to Jonah the second time. orð drottins kom til Jónasar í annað sinn. I'm glad that God is a God of second opportunities. Ég What er do you say? glaður að Guð Guð nýrra tækifæra. Amen? You Amen. might have fallen away. You might have made mistakes. Kannski gerður eitthvað mistök, But kannski with God, all things are possible. fjölstu frá Guði, en fyrir Guði ekkert ómögulegt. The difficulty is this. Og það erfiða það I had a church member. að ég átti kirkjumeðlum, She was the treasurer of the church. eða það var kirkjumeðlumur sem að sá fjármálin. She was a very godly woman, Hún var mjög very trúið. devout. And I was teaching the young people a class on baptism and rebaptism. Og ég var að kenna krökkunum skýrn og endurskýrn. Her name was Fran. Hún hét Fran. And Fran, I didn't know that she was listening to me. Ég vissi ekki að hún væri að hlusta á mig.
So when I finished, she came to me privately. Þannig að þegar ég var búin þá kom hún til And she mín said, Pastor, og sagði, I've heard what you said to the young people. ég var að hlusta á þig hvernig þú talaði til I unga need to fólksins. be rebaptized. Ég þarf að endurskýrast. And I said, Fran, Fran, what have you done? hvað hefur þú gert af þér? I haven't done anything, she Ég said. hef ekki gert neitt And that's the problem. og það er vandamálið. What do you mean that's the problem? Hvað meinar þú? When they brought me into the church, they never told me that I needed to get rebaptized. Þegar ég kom inn í kirkjuna þá var mér aldrei sagt að ég þyrfti So að they brought me endurskýrast. into the church without being baptized. Þannig að þegar ég kom inn í kirkjuna var ég ekki skýrð. And now that I know the truth, Og nú þegar ég veit sannleikann, I want to be þá rebaptized. vil ég endurskýrð. I said, Fran, Þá sagði ég, Fran, you know it's going to give me a little difficulty. veistu þetta voru erfitt. She said, what do you mean, Pastor? Hvað áttu við, prestur? When I bring you up in front Þegar ég kem með þið fremst and I tell the people that Fran wants to be og rebaptized, þá segi ég að Fran vilji endurskýrast they're going to wonder what naughty thing did Fran do. og þá faraðu örugglega að hugsa, hvað gerði hún af sér? Do you understand? Skil ég hvað ég við? But she said, it doesn't matter to me what they think. It matters to me what God thinks. Það er alveg sama hvað þau hugsa. Mér finnst það mikilvægt hvað Guð I hugsa. need to be rewashed. Ég þarf að hreinsast á nýju. And so on the day of her baptism, Þannig að þegar að skýrning I kom, had to explain to the congregation þá þurfti ég að útskýra þetta fyrir and fólkinu. that Fran had not done anything other than that she realized Fran hafði ekki gert þetta af sér nema það að hún gerði sér grein fyrir that by the Bible example, að samkvæmt Biblíunni she needed to be baptized into the church. þurfti hún að skýrast inn í And kirkju. so today, Þannig að í she dag wants to do that. vill hún gera það. She was baptized. Hún var skýrð. Then I asked the question of the congregation. Svo spurði ég, Maybe perhaps you are in the congregation sitting there and have been thinking, I would need to get rebaptized, but you've been afraid, thinking that people will think you have done something terrible. kannski einhver í þessum söfnið í sömu stöð og hún sem að vill ekki koma fram að því þeir halda að fólk But hugsi maybe illa. like Fran, En kannski eins og Fran, you too would like to be þú rebaptized. kannski vill líka vera endurfædd I eða was fæddur. surprised. Jó, svo There were many in the audience who lifted up their hand fullt af fólki í kirkjunni rétt upp hönd. because they too Og þeir líka were wondering voru að velta fyrir sér. if they could have a renewal relationship with Christ Hvort þeir getur endur nýja samband sitt við and Krist. have their robes washed Og fá kirtla sína þegna in the blood of the Lamb. í blóði lambsins. Amen. What do you say? Amen. Now, I would like the ushers to collect those cards. Ég myndi gjarna vilja biðja dyraverðina að ná í þessi Can you blöð pass them to the ushers? og rétta þeim blöðin. I hope you put your names on them. Vonandi setjið nöfnin ykkar að ná. And now I'd like to have prayer with you. Og nú langar mig að biðja með ykkur. Could you stand? Myndu vilja að standa. Our Heavenly Father, Himneski Faðir, we want our robes washed. við viljum að klæðin okkar verði þvegin. We want to be clean. Við viljum vera hrein. And Lord, Drottin, we thank you við þökkum þér for giving us a second chance. fyrir að gefa okkur annað tækifæri. Thank you that we can leave our sins behind. Þakka þér fyrir að við getum skilið syndirnar að baki. Thank you, Father, Þakka þér, Faðir, that in the name of Jesus, að í nafni Jesú, because of his blood, fyrir hans blóð, we can be washed. getum við orðið hrein. Continue to help us to grow in love for you Hjálpaðu okkur að vaksa í þér and help us to be faithful to that vow that we have made. og hjálpaðu okkur að vera trúfest því heitið sem að við In Jesus' name we pray. gefið. Í Jesú nafni. Amen. Amen.
Við þökkum Torres kærlega fyrir þennan mikilvæga boðskap. We want to thank Pastor Torres for this important message. Og eins og ég nefndi í gær, As I mentioned yesterday, að þá verður ekki fyrirlestur annað kvöld, we're not going to meet here and have a meeting tomorrow night. heldur munum við hafa fund á föstudagskvöldið klukkan But 7 we're going to meet here again on Friday night at 7 o'clock. og þá munum við tala það að tengjast náðarkrafti Guðs. And then we are going to talk about being connected to the grace of God. Og það svo aldeilis eitthvað sem við þurfum á að halda. This is really what we need. Svo ég hvet ykkur til að missa ekki af því. So I encourage you not to miss out. Svo ég bara Guð að blessa ykkur og býð ykkur góða nótt. May God bless you and may you have a good night. Sjáumst.